Enduraðgerðum hefur fjölgað síðustu árin á Landspítalanum. Það hátíðni á slitgigt á Íslandi og einhverju leyti þetta eflaust genetískt. Maður séð að við liggjum aðeins hærra heldur en Svíarnir til dæmis í tíðni á slitgikt í mjöðmum og mögulega hnjám líka. Sama skapi þá hafa skurðlæknar á Íslandi verið frekar aktífir í að tileinka sér nýja meðferðir, þannig að gervilegaðgerðir á mjöðm og hné hafa verið gerðar alveg ótrúlega lengi á Íslandi. Það staðreynd að enduraðgerðum að fjölga alls staðar í heiminum. Nú þetta orðið þannig að þú getur verið 75-80 ára en ert mjög aktífur og fer reglulega í gönguferðir og hreyfir mikið, jafnvel fer á skíði og svoleiðis. Og þá finnur fólk fyrir þegar að gervilegurinn losnar. Þá fer fólk að fá einhvers konar verk sem nýranálinni. Fólk kannski var með mjadmaverk og fór svo í aðgerð og þá hvarf mjadmaverkurinn en svo mörgum árum seinna ef fólk fer að fá verk aftur þá ástæða til að láta einhvern mynda sig og láta kíkja á þetta. Almennt má segja sem svo að gervilegir endast í, við getum sagt 20 ár. Mjaðmirnar virðast endast aðeins lengur heldur en hnén. En að þessu sögðu þá það samt þannig að svo alltaf hluti af sjúklingunum sem lendir í því að hún losnar fyrir. Það þannig að þyngdin almennt í heiminum að aukast og þar af leiðandi kemur meira álag á gerviliði og menn telja mikið til að þetta hafi áhrif á að gerviliðurinn slitni niður fyrr. Þú þarft að opna inn á liðinn í gegnum oft örvef eftir fyrri aðgerð, þannig að það ekki eins og auðvelt að sjá æðar og taugar og þessa strúktúra sem við erum vanir að sjá. Svo þarft að ná út gerviliðnum. Hann getur verið búinn að eyðileggja beinið í kringum sig og þú þarft að ná honum út án þess að skemma þetta oft lélega beinan í kring. Þannig þetta svolítið svona, maður oft svolítið á nálum þegar maður að meitla þetta út. Það má eiginlega segja að enduraðgerðir skiptist í 2 hópa. Annars vegar eru þessar valkvæðu enduraðgerðir og það eru sjúklingar sem hafa fengið gervilið fyrr á ævinni og eru svo farnir að losna. Svo það annar hópur og það eru þessar bráða aðgerðir. Annars vegar þetta þeir sem að fá sýkingu í liðinn og svo þetta fólk sem að fær brot í kringu gervilið. Og þetta eitthvað sem að aukast svo litið mikið hjá okkur og maður sér það alls staðar í heiminum. Það verið að gera enduraðgerðir á Akureyri en svona meirihlutinn fer fram hér en tilfinningin svo að það orðnar enduraðgerðir kannski 2-3-4 í viku og áður fyrr var þetta minna. Og ég get sagt að ég sjálfur tók þátt í upp undir 100 enduraðgerðum bara á síðustu árum.